Já, takk fyrir þetta. Fyrst aðeins kannski varandi þennan nördalögmannstitil. Ég svona eins og margir nördar verið í skápnum með það í mörg ár og af þessari kynslóð sem farin að nálgast 50 sem þegar ég var með þessara forréttinda að þegar ég var 8 ára gamall þá kom Apple II tölvan út. Þegar ég var 12 ára þá kom Sinclair Spectrum og 14 ára fyrsti Maccinn sem enginn okkar hafði efni á en við sliðum allir fyrir utan radíóbúðina yfir því að hvað þetta væri flott græja. Og svo einhverjum ástæðum þá flæktist ég inn í lögfræði í Háskóla Íslands. Ég veit ekki ennþá af hverju það gerðist. Þannig að þegar ég útskrifaðist þá byrjaði þessi innri nörda að krauma og ég fór mjög fljótlega að leita mér að einhverju sem ég hafði áhuga á nördasviðinu. Og eftir að hafa stoppað hjá svona nördastofnunum eins og Persónuvernd þá fór ég út í lögmennsku og fór fljótlega að ráðleggja fólki hvernig það ætti að selja og kaupa hugbúnaðarkerfi. Og af hverju er ég nú að segja ykkur frá þessum bakgrunnum mínum? Jú, það er vegna þess að þegar ég fór að undirbúa þennan fyrirlestur þá náði ég mér í gamlan fyrirlestur sem ég hef oft flutt og ég hef þurft að breyta svona 3 sinnum í gegnum árin þegar hafa komið stóra breytingar á lögunum opinber innkaup. Þessar stærstu breytingarnar eru árið 2001 og 2007 og svo núna í fyrra. Þannig ég endurskoðaði fyrirlesturinn og bætti inn öllum breytingunum og var tilbúinn að fara að flytja þennan fyrirlestur enn einu sinni fyrir ykkur. Þegar ég fór að velta fyrir mér kannski fólk sem er að mæta uti með svona ekki endilega að koma til að hlusta á þurran upplestur á lögum. Ég sagði, hvað get ég nú gert fyrir þennan hóp sem kannski er frumlegt og öðruvísi og gagnlegra heldur en endilega að þylja upp hvað var nú verið að breyta í lögunum og opinber innkaup á liðnu ári. Þannig að í staðinn þá er ég með fyrirlestur fyrir ykkur í dag sem gengur út á að lýsa fyrir ykkur hvað ég á minni þá 15 ára reynslu í því að veita mönnum ráðgjöf annars vegar að selja hugbúnaðarkerfi og hins vegar að kaupa það oft hjá opinberum stofnunum og fyrirtækjum sem eru að eiga við þetta rammaverk opinber innkaup. Hvaða ráðleggingar, bara common sense ráðleggingar get ég gefið. Og ég ákvað að búa til fyrirlestur sem snýst hvaða hvatar og hvaða kraftar er að verka á hvort samningsaðilum sig á þessu innkaupaferli. Vegna þess að það er það sem að minni reynslu hugbúnaðarseljendur og sérstaklega hugbúnaðarkaupendur, flókina og sérhæfðara hugbúnaðarkerfa er ekkert sérstaklega vel meðvitaður þegar við förum inn í þennan feril. En ég held að það væri mjög gagnlegt og myndi hjálpa okkur við að ná þessum tveimur aðilum saman og fá seljendurna sem geta selt sín kerfi og kaupendur að finna það kerfi sem þeir eru að leita að. Ef við myndum vera meðvitaðir það hver staða gagnaðilans er á hverjum tíma og hvaða stöðu viðkomandi áttir að vera í þegar við komum í næsta skrefið í innkaupaferlinu. En ég skipti fyrirlestunum í 5 hluta. Við ætlum að skoða ferlið fram að útboðsauglýsingu, fram að vali á þeim sem er vali á bjóðanda, fram að samningskaupum og svo skiptum við restin í 2 og skoðum hvernig hlutinir eru eftir að samningarnir hafa verið gerðir og menn eru komnir út í rekstur. Þannig ef við vindum okkur í þetta að þá, eins og ég segi, snýst þetta eðlisfræði innkaupana að þessir kraftar sem ég ræðum ráða oft mjög miklu það hvað það er sem að ræður ákvörðunum á hverju stigi. Miklu meira heldur en það að menn séu endilega uppteknir af því hvernig þeir geta uppfyllt skyldur laganna. Þannig að fyrsta skrefið er fram að útboðsauglýsingu og þá stendur kaupandinn einn á sviðinu. Og ég myndi segja að algengast er að flókin og sérhæfð hugbúnaðarkerfi er ekki keypt oftar hjá opinberum aðilum heldur en kannski 1 til 2 sinnum á áratug. Sem þýðir að langoftast eru þeir sem eru að annast þau kaup sem fá það hlutverk hjá einu opinberum aðilum og eru undir þessari löggjöf opinber innkaup að þeir hafa ekkert langa reynslu af því að gera það oft. Þeir eru kannski búin að gera þetta einu sinni áður. Þeir lesa sér til og kynna sér og það er náttúrulega ákveðin stofnanavitund og þekking og það skila sér oft. En þeir eru ekki endilega meðvitaðir að kraftarnir sem eru að verka á viðkomandi eru oft þeir að menn setjast niður og skoða sín eigin vinnslu, þekkja gjarnan vel til hennar eða þá oft að ræða vinnslu sem er nýkomin til stofnunarinnar eða til opinbera aðilans vegna þess að það er búið að breyta lögum og því er ekki endilega fyllt peningu til að standa undir í, þannig að menn er í þessari stöðugu klemmum að þurfa stöðugt að bæta sig betur og betur í það sem að opinberar stofnanir eru að gera á þess endilega að fá fé til þess að gera það.
og á þessum tíma að þá myndast smekkur fyrir því hvað eigi að kaupa og hvernig eigi að haga þessu hugbúnaðarkerfi. Og eins og ég segi, reynsla að einhver leyti til staðar í mörgum tilvikum. Annar kraftur sem virkar í sömu átt að við þetta þá myndast vantraust á hinu opinbera innkaupaferli. Það svona hið opinbera leyndarmál í opinbera innkaupageiranum að þeir sem eru í honum og eyða tíma í að reyna að selja kerfi inn í hann eða þá eru hjá opinberu stofnunum að reyna að kaupa kerfi gegnum hann, að þetta eru hóparnir sem eru oftast sammála að vera best við getum bara einhvern veginn sloppið framhjá þessu. Því miður að þá allur ávinningurinn af kerfinu sem svo frábær, bæði fyrir stofnanirnar sjálfar, fyrir kaupendurna, fyrir seljendurna og fyrir opinbera geirann í heild sinni, fyrir ríkiskassan, að þetta realiserast oft ekki vegna þess að það ákveðin tregða og vantraust á innkaupaferlinu og þetta leiðir í eina átt. Þessir kraftar ýta kaupandanum í að hann mynda sér einhverja hugmyndum óskakerfi. Oft það kannski óraunhæfar hugmyndur hvað hægt að smíða fyrir hann, en oftar en ekki þá hann búinn að fara út á markaðinn, hann búinn að fara einhverjar óformlegar könnunar leiðangra það hvað sem hægt að nota og hann búinn að sjá hvað sem hann vill fá. Og það sem situr oft í honum það, hvernig geti þá einhvern veginn haga mér í þessu innkaupaferli, þannig ég eigi eftir að fá kerfi sem ég veit að verður best fyrir mína stofnun. Þannig að þetta eitthvað sem oft veldur vandræðum þegar upp á borðið koma þá aðri bjóðendur sem viðkomandi þekki kannski minna til eða hann af einhverjum ástæðum telur að muni valda honum vandræðum að fara eiga viðskipti við. Nú svo annar svona kraftur sem kemur hinum frá, það að við það takmörkuð þekking jafnan innan stofnunarinnar hvað það sem þarf til þess að smíða hugbúnaðarkerfið. Hvernig högum kerfisins á að vera, hvernig það á að vera hægt að inna hendi og uppfylla þær kröfur sem hann búinn að setja fram. Að það veldur því að annars vegar kröfulýsingin sem hann býr til og hins vegar verðið sem hann búinn að gera sér hugulund að þurfa að borga fyrir þetta eru oft óljós eða jafnvel óraunhæf. Og þetta eru svona á þessum ferli, þessum fyrsta 5, það sem veldur oftast mestum vandkvæðum þegar verið að ganga frá útboðsauglýsingunni þannig að hún eigi að gagnast síðar í ferlinu. Og allt saman meira eða minna eitthvað sem kemur þeim sem eru kaupendur spánst fyrir sjónir þegar maður fer að benda þeim á það. Þeir hafa ekki endilega átt að segja á þessu þegar fyrst leggja af stað. Og við myndum okkur svo næsta ferli að þar eru þeir orðnir 2 á sviðinu, það er kaupandinn og seljandinn. Allar þessar glæri mínar eru mjög einfaldar, eðlilegt að koma sér fyrir í þessum stutta tíma. Þetta eru svona broadstrokes og helstu aðalatriðin og miða við hinn hefðbundna innkaupaferil sem eru almenn útboð eða lokuð útboð. Nú erum við með alls konar aðra innkaupaferla, við erum með samningskaup og við erum með samkeppnisviðræður og nú erum við komið 2 nýja innkaupaferla á síðasta ári, meðal annars samkeppnisútboð og allt svo mjög spennandi, en svona heilt yfir að þá er þetta meginreglur sem eiga við alla, þó við séum miðað við almennu og lokuð útboðin hér. Nú fram á opnu tilboða, það þetta þegar þú búin að sitja út þína auglýsingu og situr og býður og þá svona kastljósið komið á appisinu gula seljandann og hvað hugsar hann? Jú, hann hefur annars vegar eitthvað kerfi sem hann búinn að vera að búa til oftast í viðkomandi iðnaði að sér að hugbúnaðarkerfi sem menn finna jafnan ekki bara upp heldur, þeir eru búnir að vinna að því lengi og komnir með lausnina. Þannig að hún liggur á borðinu hjá honum og svo lesa hann útboðsauglýsinguna og hún passar ekkert endilega við. Annars eins og ég sagði áðan vegna þess að það eru óraunhæfar kröfur og menn ekki alveg kannski með það í kollinu hvernig kerfið að líta út. En hins vegar líka bara vegna þess að hann búinn að hafa miklu meiri tíma í gegnum ítræðinni til þess að komast á þann stað sem rétt að setja vinnslunni í að hans mati. Þannig að hvað gerir hann? Jú, hann þarf einhvern veginn þá að nutta það sem hann búinn að búa til inn í auglýsinguna. Þannig að hann fer að búa til tilboðið og í tilboðsgerðinni að þá oft erfitt að komast fram fyrir þessu að það getur verið gjá þarna á milli það sem hann með á borðinu og það sem verið að óska eftir. Þannig að þarna ákveðnir kraftar sem virka á seljandann og hann þarf einhvern veginn að geta kvænt saman. Hins vegar þá hefur hann út af þessari annarri sýn sinni og reynslu ekki endilega hvata af því að beina fyrirspurnum sem hann á að vera að gera á þessum tíma sem eiga eftir að hjálpa kaupandanum í að skýra nákvæmlega hvað hann að hugsa ef að þær fyrirspurnir eiga að hans mati eftir leiða til þess að hann flyst lengra frá því að vilja kerfi sem hann að selja. Þannig að það ákveðin kraftar og ákveðin hvatar sem hann þarf að yfirvinna sem seljandi til þess að hjálpa ferlinu
og oft að sínu bestu getu að reyna bara að tala kaupandann inn á það að þetta leiðin til þess að fara, þetta kerfi sem ég búinn að búa til og nálgunin og hugmyndafræðin á bakvið, þetta rétta leiðin. Þannig í staðinn fyrir að bauna hörðum fyrirspurnum á kaupandann sem gæti hugsanlega fellt hann í burtu til einhvers annars kerfis, þá sitja seljendur stundum eðlilega og hafa þennan svona hvata til að spila ekki þessa rullu til enda. Nú hinum megin að þá annars kaupandinn ekki endilega í stakk búinn til þess að sjá það sjálfur hvaða sem að í hans útboðsgagnagerð hefði mátt fara betur, en stundum kemur hann samt auga á það og þá hefur hann hvata því að nota þetta fyrirspurnarlag eða fyrirspurnartímann til þess að bæta úr eigin útboðsgögnum og reyna að laga það til og færa það eitthvað þangað sem hann ætlaði upphaflega að gera. Og það vandamál vegna þess að þó það sé mjög góður hvati í sjálfur sér að reyna að upplýsa ferlið, að þá þarf að geta jafnræðis meðal bjóðenda og það má ekki færa það langt að þeir sem buðu ekki og þeir sem eru ekki búin að sjá annað heldur en upphaflega auglýsinguna, að þeir missi af tækifæri að taka þátt vegna þess að það er búið að breyta ferlinu svo mikið með fyrirspurnunum, að menn eru þar í svörum búin að færa sig eitthvað allt annað. Þannig að þetta nú svona fram að opnum tilboða, aðalatriðin, fram að vali á bjóðanda eftir að tilboðin eru komin og það er búið að opna þau og það liggur fyrir á borðinu hver þau eru og í hverju þau felast, að þá aftur ákveðin svona spenna í gangi sem að felast í því að þegar að óska tilboðið sem þarna eitt af tilboðunum á borðinu frá kaupandann, að það reynist kannski þegar hann fer að bera þetta saman við einhver önnur tilboð ekki alveg standast allt sem þar og hann óttast að hann sé kaupandinn, hann óttast að hann sé að fara að lendi í því að þurfa að kaupa annað heldur en óska kerfið, að þá á honum ákveðin hvati til þess að reyna að bæta úr því og hann sendi þá gefi kostur úrbótum eins og gera samkvæmt lögunum og að seljandinn, þessi viðkomandi, að hann nýti það til þess að færa sig og sitt tilboð þannig að það mæti þessum kröfum úrbætur og sé þannig búin að raða sig fyrir ofan hinn tilboðin sem á borðinu. Það ekkert af þessu gert af einhverjum skuggalegum hvötum eða að menn ætli sér að haga sér eitthvað ankannalega í þessu. Það einfaldlega þannig að seljandinn með kerfi eða tilbúinn til að smíða kerfi sem hann veit af sinni reynslu á að henta vel og það þannig að kaupandinn veit að það kerfi hentar vel fyrir hans vinnslu. Þannig að það allir í þessu af heilum hug, en þessi hvatar geta eins og verkað eins og ég að rekja þannig að það skekki eða valdi vandræðum fyrir aðilana og fyrir kerfi heilt þess að virka. Nú, hvað gerir svo þegar að fullt af lágum tilboðum eða vel eitt mjög lágt tilboð kemur inn? Jú, það svona gert ráð fyrir því í löggjöfinni að þá vera hægt að beina fyrirspurn til viðkomandi að segja þú að gefa mér sérstakan rökstuðning fyrir því af hverju það gengur upp þetta tilboð þitt sem ekki nema 20% af því sem allir hinir eru. Það líka ákveðin hvati þar hjá kaupandanum sem að horfa upp á kerfin sem hann fyrirfram búinn að vera að velta fyrir sér og sé svo að dettur inn eitthvað svona low ball offer eða fleiri en eitt, að nota þetta til þess að þjarma að þeim kannski meira heldur en tilefni til. Og það eitthvað sem að kaupendur þurfa líka að vera meðvitaður að þetta ekki þá gryfju. Vegna þess að oft það bara einfaldlega þannig að menn að fara aðra leiðir eða einfaldari leiðir eða ætla sér að gera eitthvað sem ekki af kostnaðarsamt en kann samt vel að uppfylla þær kröfur sem var lagðar á borðið í upphaflegu kröfulýsingunni. Nú, eftir að búið að velja bjóðandann, að þá tekur við slagsmálinu dagatalið. Það í rauninni sér vandamál með sérhæfðu hugbúnaðarkerfi sem í fáum öðrum sviðum af opinberu innkauparéttinum, að sérhæfðu hugbúnaðarkerfin ekkert hægt að tæma almennilega í kröfulýsingu og svo í tilboði. Það þarf að gefa þessum tveimur aðilum möguleika á því að vinna betur úr því, að matcha saman að þær kröfur sem að raunverulega eiga heima við einhverja lausnir hjá seljandanum og fella hinar út. Og nú eins og ég nefndi þannig í upphafi stöðugt verið að breyta lögunum á nokkur ára fresti og þær breytingar yfir höfuð svolítið mikið í þessa átt, bæði þegar að samkeppnisviðræðurnar kom inn og núna þegar samkeppnisútboðin kom inn sérstaklega á síðasta ári og svo þróunarsamvinnan sem líka mjög skemmtileg innkaupaleið,
að þessar leiðir eru allar að reyna að gera þetta, gefa mönnum möguleika á að vera lengur að tala saman áður en málið klárað. En jafnvel í þeim tilvikum að þá var einhvers staðar settur punkturinn fyrir aftan setninguna og vandamálið að þá myndast þessi togstreita. Það er að segja, annars þá virkar á seljandann þessi tveir kraftar að hann með sínar innri áætlanir og mannafla og hann búinn að stilla upp hvenær hann getur verið að vinna verkið og að þannig sem bjóti tilboðið og ef það tefst mjög lengi að ganga frá samningnum þá hann í vanda því að hann búinn að kommitta þessar resources annar staðar. Sömu formerkjum að þá vill hann ekki að sé vera að eyða miklum tíma í að halda áfram að nutta þetta, hann vill bara standa við það tilboð sem hann lagði á borðið. Hann vill ekki þurfa aftur svolítið út af resursónum, en svolítið líka bara út af hans eigin hugmyndafræði. Hann vill ekki lenda í því að þurfa að fara að færa sig eitthvað allt annað sem að veldur hjá honum meiri kostnað, fyrirhöfn og eitthvað sem hann þá komin út úr rammanum á tilboðinu sem hann búið til. Þannig að hann vill að þessi tímasetning, hann ýtist eins nálægt opnum tilboðinu eins og á að vera. Enda líka innkauparétturinn klassískur sagði við töku tilboðs að þá kemst á bindandi samningum milli aðila og það þarf ekki að gera neitt meira. Þú ert bara með útboðsgögnin og þú ert með tilboðið og það sama mynda samningin. En þetta ekki raunveruleikinn alveg og eins og ég segi fyrir kaupandan að þá þetta mikilvægasti tíminn í innkaupaferlinu. Af tveimur ástæðum. Það annars vegar vegna þess að eins og ég nefndi áðan, hann þarf að fá tækifæri til þess að útfæra kröfurnar með seljandanum. Þannig að menn séu alveg með það á hreinu að það sem hann ætlaði sér uppalega fara af stað að því sé mætt í þessu flókna eða sérhæfðu hugbúnaðarkerfi. Og hins vegar að þá hann með ákveðin samningslegan hvata að vera ekki komin í tvíhliða viðræður og snemma. Hann vill ekki þegar á þessum tímapunkti stendur að hann ennþá að skera kröfunar, að hann sé búinn að missa alla hina bjóðendurna í burtu. Hann vill geta sagt, já ef þú makkar ekki réttir, ef það allt að fara að play hardball, sko, þá ég ennþá með þessar bjóðendur á hliðarlínunni. Þannig að það veldur því að hans hálfur reynir hann að ýta þessu aftar og aftar, þannig að örugglega nægilega búið að ganga frá skýringunum og kröfunum og að á þeim ferli að þá sé hann alltaf með hinna svona í vængjónu til að hlaupa í ef það kemur einhver kergja í þann sem hann í viðræðum við það sinnið. Og eins og ég segi, samkeppnisviðræðurnar hjálpa við þetta meðal annars með því að hafa alla við borðið og svo í ákveðnum skrefum losa sig við þá út og samkeppnisútboðin nýju gera það líka. En þetta samt hvatarnir og það svo mikilvægt að báðum yfir borðið þá séu menn meðvitaður þá og geti átt við þá bæði í eigin sinni og eins líka með samræðum yfir borðið. Þannig menn örugglega náðu saman. Nú og svo þetta síðasti hlutirinn, eða síðasti hluti ferlinsins, það eftir samningsundirritunina að sérhæft hugbúnaðarkerfi, kannski meira heldur en í mörgum öðrum opinberum innkaupum, ekki öllum. Það svo mikilvægt að það sé búið að búa til einhvern möguleika fyrir kaupandann til þess að geta látið kerfið anda og lifa og breytast vegna þess að alla verður það ekki sett í stein og aldrei breytt aftur á samningstímanum sem getur verið mörg ár. Og þess vegna getur þegar nýjar kröfur koma upp eða þegar einhverjar breytingar þarf að gera á því út af lagabreytingum eða nýrri tækni eða hvað það að þá þarf kaupandinn eiga möguleika á að geta óskað eftir því að kerfinu verði breytt. En það alls konar vandræði við það og langur listi, ég ætla að halda mig bara við að nefna nokkur. Það í fyrsta lagi að þegar að kaupandinn að fara að biðja þessar breytingar, þá hann aftur svolítið alla jafna í þeirri vandastöðu að hann ekki sérfræðingur í gerð hugbúnaðarkerfa og getur svona illa kannski endilega átt að sjá því hvað þarf að fara djúpt í undirliggjandi kerfi, nóg að breyta bara einhverju aðlögun sem var hjá honum eða þarf að breyta grunnkerfunum, þarf að vaða í þau og getur það kannski raskað því sem að seljandinn öðru leyti að reyna að gera fyrir aðra kaupendur að kerfunum. Og verðhugmyndir þarna getur verið mjög óljósar á kaupandanum, hann getur átt mjög erfitt með það og miklu erfiðara að átta sig á þessu heldur hvað upphaflega kerfið hefði þetta að kosta. Og sama, það eru líka tveir kraftar sem að virka þarna hinum megin hjá seljandanum. Annars vegar þá var hann ekki búinn að búast við þessu, hann veit ekkert hvenær á ferlinum allt í einu lagabreytingar eða einhverjar breytingar það verið óskað eftir þeim að hálfu kaupandans. Þannig að hann svolítið gripinn í rúminu með það, hann getur ekki bara svona ákveðið hvort eða hvenær það á sér stað og það veldur honum kostnaðar og resurs vandamálum og hann þarf þess að óska eftir að verði heldur en ella og svo hefur hann alla jafna
ákveðna þörf fyrir að ná eitthvað framlegð úr verkefninu og í opinberu innkaupaferlum, eins og öðrum innkaupaferlum, oft búið að þrýsta þessum seljendum mjög langt niður. Þannig að marginið sem þeir eru með til að spila úr yfir höfuð á verkefninu lág og þá ákveðin hvati til þess að reyna að ná því inn á breytingatillögunum. Og það eitthvað sem seljandi þarf að glíma við og það þarf að vera meðvitaður um þessa krafta. Og það þýðir að hann sendir tilbaka út af öllum þessum ástæðum tilboð sem oft gengur út á að einhverju hluti séu bara ekki hægt eða hann ekki tilbúin að breyta kerfinu í það átt sem að ræða, telur það bara ekki vera forsvaranlegt að gera þær, eða það séu mjög kostnaðarsamar. Þannig að það veldur því, síðasti punkturinn í þessari eðlisfræði minni sem ég er búin að lýsa hérna, að kaupandinn í þeirri stöðu, að hann hefur ekkert annað að leita. Að hann getur ekki alla jafna fengið eitthvað annað til að koma inn og breyta kerfinu. Þess hægt að ráða bóta og með því að ráða menn einfaldlega frekar til að smíða kerfi frá grunni fyrir viðkomandi opinbera stofnun og hún eignist source-kóðan og það sé eitthvað source escrow og menn geti farið í það og breytt því þegar og ef og eitthvað svona. En þetta alltaf að vera óraunhæfara og óraunhæfara. Vegna þess að við erum alltaf að flytjast hærra og hærra í hierarkínu við að skrifa kóða. Við erum ekki lengur að skrifa einhvern svona lágan plattformkóða, heldur við erum alla jafna að eiga við einhver kerfi sem eru svo aðlöguð og við erum jafnvel að innleiða aðlögun á aðlöguninni. Og það just þar sem að breytingarnir geta átt sér stað og það mjög erfitt fyrir einhvern að koma bara kaldur utan að og setjast niður og breyta þessu kerfi frá grunni á þess að það kosti miklu meira heldur en að seljandi sjálfur að bjóða í sínu oft háa tilboði. Og ef við tökum þetta saman þá niðurstöðunin lærdómsglæran, hún þessi, að það getur verið mjög erfitt fyrir kaupendur að setja fram svona skýra og hlutlausa kröfulýsingu og átta sig á því hvaða verðforsendur eigi að vera fyrir sérhæfðhugbúnaðarkerfi sem alltaf bjóða út. Og seljendur eru ofta að glíma við þessar óraunhæfu væntingar og að það einhver samkeppnisaðili sem orðinn óskabjóðandi og í báðum herbúðum og þá oft viðvarandi vantraust á innkaupaferlinu sem slíku. Löggjafinn hefur vissulega brugðist við eins og ég nefndi nokkuð sinnum í gegnum fyrirlesturinn við eins og kom fram á fyrstu glærunni, einu lögfræðiglærunni, að þar stöðugt verið að innleiða nýjar og nýjar tilskipanir Evrópusambandsins og þær ganga mjög mikið út á það að mæta þessum vandræðum þar sem að menn eru komnir í þetta tveggja turna tal, að færa þá nær saman, gefa þeim lengri tíma til að útkljá sín mál. Og vandamáli hins vegar að vandinn verður ekki leystur með lagareglum. Menn þurfa ákveðna hugvekju þessa krafta sem ég er búin að lýsa hér í dag og þessar spurningar sem er búin að heyra aftur og aftur í gegnum öll þessi ár, í gegnum alla þessa innkaupaferla, að þær eru alltaf hina sömu og meðvitundin í mínum huga getur leitt til þess að menn gangi að þessu verki þannig að það sé líklegra að þeir að ná saman á endanum frekar heldur en að vera of uppteknir við það að stöðugt velta sér upp úr hvort því sé að mæta hinum lagalegu kröfum eins og þeir eru setta fram í lögunum og opinber innkaup á hverjum tíma. Ég vona að ég sé einmitt innan tímans, þannig að ef það er væntanlega tími fyrir einhverja eina eða tvær spurningar, þannig að endilega reisið upp hönd og ef þið hafið einhverja spurningar þetta. Það er alltaf best að maður fari enga spurningar, það þýðir að maður tala svo skýrt að þarna einhver lengst yfir frá? Ekki einhver mikrofón hérna fyrir það sem spyrja? Það er sennilega ekki. Þú bara að tala hátt og snjallt.
Takk fyrir þetta. Það eru tvær spurningar þá. Fyrst Agile og hins vegar þessi spurningin opinn hugbúnað. Fyrst varðandi Agile, það vissulega svo að opinbera innkauparegluverkið ekki bara gerir ráð fyrir, heldur núna með nýlegum breytingum farið að styðja mjög mikið við notkun á Agile hugbúnað aðferðafræði. Annars vegar að styðja bara einfaldlega við það að kaupa hugbúnað sem smíðaður eftir Agile hugbúnað aðferðafræðinni. Það að segja að þú býr til þessa prótótípi sem þá gert ráð fyrir og svo ertu með ítranir sem eru stuttari í lotum og það metist strax á eftir. Og allt þetta eitthvað sem að opinbera regluverkið styður. Við getum nefnt dæmi eitt sem almennt talið vera þokkalega bara vel heppnað svona útboð í innkaupagerðinni hér á Íslandi. Það var fyrir rétt með fjármálaeftirlitið sem að í rauninni bauð út það að fá til sín hóp sem ætti að smíða fyrir það hugbúnað sem væri smíðað með Agile aðferðafræðinni. Og eftir því sem ég skilst og ég hef sittið held ég 2 fyrirlestrar frá fjármálaeftirlitinu þar sem þeir bera mikið lof á þetta. Samstarf við Ríkiskaup var mjög gott, fékk fín ráðgjöf þar þessa notkun á Agile. Agile hins vegar virkar mjög vel við þessar aðstæður, þar sem þú ert meira að velja þá til verksins sem eiga að koma og vinna það. Vegna þess að ef þú ætlar að gera þetta hinsegin, þú ætlar í sjálfu sér að bara leggja mat á hugbúnaðinn sem slíkan og að afhenda hugbúnaðinn í þessum lotum, að þá myndast oft mjög flókið hierarkí. Ég get nefnt sem dæmi að það til danskur staðall sem ég nú í tvígang nýlega séð að menn eru svona aðeins að horfa til, sem að man aldrei hvort heitir K03 eða KO3, minni mitt sem að bresta. En það til dæmis möguleikinn að kaupa vöru eða kaupa hugbúnaðarkerfi sem selt í Agile lotum mappað út og það verður mjög flókin samningagerð. En ef menn komast fram hjá því og koma á samningum sem slíkum, að þá mjög mikið upp úr því að hafa vegna þess að Agile hefur náttúrulega löngu sannað sig sem aðferðafræði við hugbúnaðargerð samanborið við waterfall eða aðrar leiðir sem við horfum á í fortíðina sem menn fóru bara á stað og svo 18 mánuðum síðar kom eitthvað út úr pípunni. Þannig að hiklaust, ég hvet menn til þess að sækjast eftir því að reyna að nýta þær aðferðafræðir. Þannig að það kemst miklu fyrr að því hvort einhver vankantar eru og þá þetta kalla til samningsaðila nú eða lögfræðinga eða eitthvað til að laga samningsverkið. Varðandi opinn hugbúnað sem slíkan, fyrirlesturinn minn var svolítið bara að horfa á erfiðasta dæmið sem opinber innkaup en ekki almenn innkaup og ekki bara á hugbúnaðarkerfum heldur á sérhæfðum hugbúnaðarkerfum. Og við það að þá ertu oftast ekki með mikið af einhverjum vörum sem eru komnar úr opnu hugbúnaðargerðinni því að vörurnar sem verða þar til eru alla stoðirnar undir allt hitt. Það eitthvað sem menn nota á GNU eða á einhverjum GPL eða einhverjum svona notendaleifum þar sem þeir geta lagt eitthvað fram og notað eins og þeir vilja og svo byggja þeir ofan á þessi sérhæfðu hugbúnaðarkerfi. Þau eru þessi tröllin sem kosta svo ofboðslega mikið og menn skilja aldrei þegar búið að kaupa því hvernig þau gátu kosta svona miklu meira heldur en menn héldu í upphafi. En ég eiginlega þar, ef menn að kaupa einfaldari hluti eða geta nýtt sér opinn hugbúnað aftur, ég hvet menn til að gera því það bæði út frá kostnaðarlegum hliðum og það að geta breytt þessu eftir einn höfði og nýtt þetta eins og þetta eftir hug, eða það sem mitt pet peeve í þessu sem öryggið. Ég vil alltaf meina að security by obscurity, það að segja það að reyna að tryggja öryggi hugbúnaðarkerfa með því að fela hvernig þú ferð að því að tryggja öryggi þeirra, að það sé algjört glapræði. Þannig að opinn hugbúnaður fyrir mér algjörlega eitthvað sem menn að nýta sér þar sem það hægt. Það búið. Ég þakka kærlega fyrir mig.